kannski mesti lærdómurinn bara hvað maður verður þakklátur fyrir hversdaginn og maður svona, þetta náttúrulega algjör klisja, þú veist, lífið ekki sjálfsagt og maður fyrir að njóta bara, þú veist, líðandi stundar betur, líka leiðilegu dagana. Það verður bara einhvern veginn alltaf aðeins dýpra og einhvern veginn alltaf aðeins tilfinningarnir sterkari. Og ég líka örugglega svolítið svona óþolandi mamma, þú veist, ég bara alltaf með börnunum mínum. Ég heiti Erna Bergmann og ég greindist með krabbamein fyrir 4 árum eftir að hafa gengið á milli lækna með rosamikla verki. Fór alveg 3 sinnum upp á bráðamóttöku, alltaf senda aftur heim, ældi úr verkjum heima og ekkert fannst. Og nokkrum mánuðum seinna þegar ég fæ loksins að fara í myndatöku þá ég með handbolta í maganum. Og já, þá kemst ég að ég er með krabbamein. En þá fyrir ég að gráta. Bara ferli ekki mjög hratt fyrir sig eftir að þetta fannst. Og þá fannst mér bara vel haldið mig og ég var með gott heimi og bara heppin í öllu ferlinu vegna þess að ég var með þennan handbolta í maganum og þetta var staðbundið krabbamein þannig að ég var það heppin að þurfa bara að fara í 2 aðgerðir og ég slapp við lyfjameðferð. En eftir á þá var ég búin að vonaðist ég bara til þess að hafa þurft að gangi ykkur allt ferlið því að mér fannst mitt áfall í rauninni mér fannst ég með svona stórt áfall inn í mér með við það sem ég þurfti að gangi í gegnum með við aðra sem kannski svolítið skrítið og kannski gott fyrir einhvern að heyra það þú lendir samt í áfallinu þó þurfur ekki að fara í gegnum lyfjameðferð eða missa hárið eða þá færðu samt örygg. Ég náttúrulega bara stunda mikið jóga og hugleiðslu vegna þess að þegar ég greinist þá ég með 1 og hálfs árs gamalt barn og næ ekki að gera mikið fyrir sjálfum á þessu tímabili. Ég fekk ekki forgang á leikskóla og var í rauninni bara með hann með þess bara á brjósti. Ég var bara gubbandi heim og verkjum með hann á brjóstinu eða komandi heim af spítalanum á aðgerð og þurfti náttúrulega bara að vera með hann í fanginu. Þetta var alveg dálítið töff ferli en eftir á þegar hann loksins komst á leikskóla í rauninni ári eftir að ég klári þetta ferli þá bara fór ég bara all in eins og maður segir í jóga nýtra. Fór í jóga nýtra 5 sinnum í viku og reynda líka bara og ég fann bara orkunum mín að koma upp þannig ég bara mæli með því fyrir fólk til þess að safna kröftum en líka eins og fyrir mig að því ég upplifði mig svolítið eina í mínu ferli þá vildi ég svona að ég hefði hitt fólk í svipuðum sporum að því ég upplifði mig svo eina og það svo gott að tala við eitthvað sem að skilur þig að því að skilur þig enginn nema að hafa lent í þessu. Þú breytir öllu. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.